Það fer að líða að lokum hérna hjá okkur í þessum páska-föstudagsþætti. Við fáum að sjálfsögðu smá tónlist hérna í blá lokin, en áður en kemur að því þá eru þeir komnir hingað til mín Hvannadalsbræðurnir Addi og Summi sem ætlaðu að vera að spila á Græna hattinum alla páskana. Það var ekki mikið úr því þetta árið, strákar. Hvernig verða páskarnir í staðinn? Þeir verða nokkuð rólegir bara. Já, það er hægt við því. Já. Það er hægt við því að maður þarf að verja óvenju miklum tíma með fjölskyldunni. Já, já það hefur verið svolítið bara þannig hjá ykkur því að þið eru yfirleitt alltaf að spila páskana. Jú, þetta hefur verið svona vertíð hjá okkur svolítið. Þetta er svolítið mikið þannig í þessu. Páskarnir eru stórir og veist, jólin og Vestló og svona, þetta eru ákveðnir svona punktar í árinu. Þegar flestir eru í fríi heima þá eru tónlistarmennir út að vinna. Það er svolítið þannig. Já. Við erum einmitt verið að spila á Græna undanfarna páska. Já. Svona fastu liður í þessu. Sirka síðustu 20 ár. Já, einmitt ekki nema. Og ætluðu sko að hafa þetta heldur betur grand og ætluðu að spila bara alla páskana núna. Já, við vorum konir með tvenna uppselda sem sagt á miðvikudagskvöld og fimmtudagskvöld. Já. Og svo vorum við búin að vera að ræða við Hauk að bæta við tvennum tónleikum. Þetta átti að verða bara svona Hvannadals páskar á Græna. Já. En svo byrjaði Þórólfur að tala. Já. Og við veitum öll hvernig það fór. Þegar hann byrjar að tala. Þegar hann byrjar að tala þá er voðinn vís. Já. En þá getur hann Þórólfur Já, toppmaður. Toppmaður, já. Flottur bassaleikari maður. Já, einmitt, sko. Þannig að þið hafið ekkert íhugað að reyna að freistast með bara fá hann með ykkur. Jó, við sendum honum skilaboð, sko. Já. En kom ekkert svar. Hann var upptekinn í ykkur öðru. Já, hann var eitthvað upptekinn. Já. Það verður að hafa það. Hann verður bara með á næsta ári. Já. Verður vonandi rólegra hjá honum á næsta ári. Já, ég vona það líka. Ég held að hann eigi alveg inni fyrir góðu frí og þau öll þarna í þessu ágæta teymi sem hugsar okkur. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur svo sumari? Við vonum nú að það fara að slakna á þessu öllu saman aftur. Eru þið búin að plana ykkur bara langt fram í tímann eða? Já, það er þó nokkuð búið að bóka og þó nokkuð búið að endurbóka. Já. Það er öllu aflýst og svo alltaf bókað aftur og aftur. Já. En við förum á staðum leið og færi gefst. Akkurat. Já, við erum einmitt búin að lenda í því að það er búið að vera að fresta sömu árshátíðunum aftur og aftur og maður hefur ekki hugmyndu hvernig bókanir eru núna. Við vorum bara mjög vinsæl hljómsveit þegar þau bókuðu okkur, sko. Og svo voru þau núna eitthvað að reyna að afbóka okkur. Nei. Nei, þannig að það er allavega, þegar að færi gefst, þá er allavega ýmislegt sem býður. Það er helmikið sem býður. Já, akkúrat. Já, maður finnur að það er mikið stemming, sko. Við náðum við erum saman í projekti sem heitir Killer Queen. Já. Og að taka Queen-lögin. Og við náðum að stinga okkur inn á Græna, núna bara daginn. Já. Svona á milli. Á milli, já. Já, og þá var leyfilegt held ég 50-70 manns eða eitthvað. Og það var alveg rosalega gaman og svona mikil stemming. Já, maður hlýtur að vera svo þakklátur bara fyrir, þó það sé ekki nema brota því sem maður er vanur, að fá fólk í salinn og viðbrögð. Já, við náðum tvennum tónleikum þar. Það voru nú fyrstu tónleikarnir í mjög langan tíma. Já. Og svo alveg bara, svo eru páskarnir að koma og allt að fara að gerast. Allir komnir í brúsandi hýling og þá er öllu lokað. Það var svona rétt fyrir að finna bragðið aftur, sko. Já. Svona getur þetta verið. En svo er þetta sjálfsagt bara gott fyrir alla líka. Ég meina, við erum búin að vera náttúrulega að spila mjög mikið, eins og maður segir, kannski bara í 20 ára eða eitthvað. Og það er rosalega erfitt að fara í pásu. Já. Þú ert alltaf, menn vilja halda áfram og halda sér heitum og svona eitthvað, en þarna ertu bara settur í pásu. Já, það er kannski hollt fyrir mann að vera bara skikkaður í smá hvíld. Ég held það. Já, bara þannig að þessi ágætis tilbreyting, sko. Já. Hvíla bara alla, svo veist. Maður er alveg búinn að prófa það, sko. Já, vissulega. Sko. Vissulega. Svo er sko eitt sem ég verða að nefna, það nefnilega birtist sko í N4 blaðinu daginn. Þá birtust alveg glæsilegar fermingarmyndir af ykkur. Og nú er náttúrulega fermingartíð og þetta sé þetta óvenjulegt að fermast á þessum tímum. En sko, já, ég bara veit ekki hvað ég á að segja, þetta eru svo glæsilegar myndir. Var þetta úthugsað lúk á sínum tíma? Klárlega, sko. Já. Já, ég held það. Þetta var
þetta ekki alltaf einhverjir svona tískustraumar, sko, ég held að Palli hafi nörgulega tekið mína myndir, sko. Já, hann er nú enn að. Hann er enn að, ég hitt hann bara núna í síðustu viku, sko. Já. Alveg í fullu fjöri. Þetta er, hérna, já, mér sýnist maður datt í smá strípur og svona. Já. Ég skellti mér í permanent. Já, Addi fór í perm og... Já, mikið í þetta lag, sko. Þannig að þetta átti að vera eitthvað svona fermingar þema á tónleikunum páskana hjá ykkur. Já, ég á pantað í klippingu mitt í dag, sko. Já, þú ætlaðir að bara að fara í... endurtaka þetta útlit, sko. Já. Ég var mjög til í að sjá það, sko. Og sjá Adda með perm. Já, það slapp, sko. Ég átti tíma í permanent, sko, bara daginn eftir að tilkynningin frá Þóroddi kom, sko. Þannig að ég rétt náði afbóka. Við þurfum að bíða. Annars var ég með permanent núna. Já. Við bara bíðum spennt eftir að verði hægt að halda tónleika aftur og þá komið með þetta útlit aftur. Já, það er ekki nokkuð spurning, sko. Nei, glæsileg. Ég bara hlakka til að fylgjast með ykkur, strákar. Ég veit að það er bjart framundan. Það er bjart framundan, bullandi bjart alveg. Mikil músík í kortunum. Já. Ég ætla að spá því að þetta verði mikið tónlistarsumar. Já, ég vona það. Þetta verður það vafalaust. Bara takk fyrir að koma í þáttinn. Föstudagsþátturinn verður ekki mikið lengri að þessu sinni en Jón Jónsson ætlar að slá botninn í þáttinn með Dýrka mest. Takk fyrir að horfa. Við sjáumst í næstu viku.